Þá komið að Sigurbjörgu Hvönn Kristjánsdóttur. Hún aðstoðarskólastjóri Egilsstaðaskóla sem forystuskóli heilsueflandi grunnskóla og Sigurbjörg hefur tekið þátt í því starfi frá upphafi. Sjálf ber ég mikla virðingu fyrir Sigurbjörgu því að þegar ég misvel vöknu út að labba með hundinn á morgnana þá mæti ég Sigurbjörgu gjarnan valhoppandi gangstéttirnar. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Já, ég ætla að segja aðeins frá því bara hvernig tilurð verkefnisins var heilsueflandi grunnskóli sem flest allir grunnskólar á Austurlandi eru þátttakendur í. Því miður ekki allir. En þá byrjaði þetta með því að árið 2008 þá hafði ég semst menntaður íþróttakennari og var mjög umhugað að nemendur í skólanum mínum væru að hreyfa sig. Svo þegar ég var nú búin að koma að fullta átaksverkefnum í hreyfingu, að þá fór ég að huga að meira bara líðan nemanda. Og ég hafði samband hringdi bara í lýðheilsustöð þáverandi og spurði hvort það væri ekkert verkefni sem væri í gangi hjá lýðheilsustöð varðandi ég nefndi ekki heilsueflingu, einhver bara alhliða vellíðan. Og talaði þá við Sveinbjörn sem starfsmaður embætti landlæknis og hann sagði að hann væri einmitt að byrja með verkefni og bara endilega væri gott að vera hann vantaði einhvern skóla til þess að prófa þetta og ég var nú líklega til í þetta samstarf. Og við fórum sem sagt og byrjuðum með heilsueflandi skólaverkefnið sem hugmyndafræðin með því verkefnið frá Ottawa sáttmála alþjóða heilbrigðismálastofnunnar frá 86 og það byrjaði þetta heilsueflandi verkefnið, það byrjaði árið 92 með tilstuðlan alþjóða heilbrigðismálastofnunnar Evrópusambandsins og Evrópuráðsins. Og ástæða samstarfsverkefnisins þessa sambanda var að rannsóknir sýndu að skóli væri heppilegastu vettvangur til að hafa áhrif á venjur og hegðun einstaklinga. Og það auðveldara að læra góða hegðun í byrjun en að afleiða slæma hegðun seinna. Og yfirmarkmið verkefnisins að auðvelda aðgerðir til að bæta heilsu með því að efla þekkingu nemenda á heilbrigði og þjálfa þá í rökhugsun, félagsmálun og hegðun. Og við tókum nú nokkur ár í það að staðfæra þetta að íslenskum aðstæðum því að það var mjög margt sem hentaði okkur ekki hérna á Íslandi og annað sem við bættum í. Og það eru mjög margir sem koma að þessu verkefni hjá embætti landlæknisins. Það velferðarráðuneytið, mennta- og menningarmálaráðuneytið og í þessu stýrihópa líka aðilar Samband íslenskra sveitarfélaga, heimil og skóla, skólaheilsugæslan og frammentasviði Reykjavíkurborgar. Þannig að það koma rosalega margir að verkefninu og mér hefur fundist bara þetta hafa tekist mjög vel til og því að í þessu verkefni þá eru svo margir þættir teknir fyrir. Það eru 8 þættir í verkefninu þannig að það ekki bara verið að hugsa bara andlegu hliðina og hreyfingu, heldur það tekið fyrir heimilið, nemendur, starfsfólk, geðrækt, hreyfing og öryggi, mataræði og tannheilsa, lífsleikni og nærsamfélagið. Og hugmyndin að í hverjum að skólar taki fyrir ákveðin þátt fyrir hverju sinni og grafa svolítið ofan í þann þátt, fara yfir markmiðin og hvaða leiðir, það eru gátlista sem fylgja hverjum þætti, fara yfir hann og merkja við hvað má gera betur og hvað gengur vel. Þannig að skólar geta farið þetta á sínum hraða og ég held að það sé svo gríðarlega mikilvægt því að skólar eru svo fjölbreyttir. Allt frá því að vera bara 6 nemendur upp í 900 nemenda skóli, þannig að það svo mismunandi aðstæður í hverjum skóla. Langar að segja ykkur bara eins og í lífsleikni þá viðmið skóli getur sett sér skýra stefnu heilsueflingu og forvarnir
meðal annars með áfengis, tóbaks og vímuvarnir. Stefnan gildir bæði fyrir starfsfólk, nemendur og gesti skólans. Og annar punktur sem viðmið í lífsleikni, stefninu fylgir viðbragðsáætlun og aðgerðaáætlun vegna áhættuhegðunar og lífstýrstengdra áhættuþátta. Þetta svona lestrarpróf sem ég að fara í gegnum minna. Og þetta semst yfirmarkmiðið með lífsleikni og síðan eru sem sagt gátlistar misstórir með hverjum þætti og ég ætla að lesa hérna upp einhverja tvö dæmi úr gátlista fyrir hreyfingu og öryggi. Starfsfólki býðst námskeið og stuðningur sem styrkir það til að halda vel utan verkefni sem felur í sér hreyfingu nemenda. Markvisst unnið að því að styðja starfsfólk til hreyfingar, til dæmis með fræðslu, æfingahópum, styrkjum og aðgengi að sturtum. Og þarna geta sem skóla merkt við hvort að þeir sé að standa sig vel í þessum þætti eða hvort að betur megi fara eða bara hvort að hann vilji ekkert leggja áherslu á þennan þátt. Það núna komið á vef embætti landlæknis þessi gátlistar þannig að þetta orðið rafrænt. Skólan fylla bara út í þá þætti sem þeir eru að taka fyrir hverju sinni og síðan eru þessir listar keyrðir út í lok júní og þá getur embætti landlæknis fylgst með hvort að skólar eru aðeins að sofna á verðinum eða hvort að þeir eru að standa sig vel og verið í samskiptum við þá. Þegar við byrjuðum á þessu verkefni þá verð ég að viðurkenna að fólk hugsaði, já, kemur hún með enn eitt verkefni og hvað ætlar hún að láta okkur gera núna? En við settum strax bindu stýrihóp og við settum strax markmið að þetta ætti ekki vera eitthvað íþyngjandi verkefni. Og það sem ég satt líka í stýrihópnum hjá embætti landlæknis að þá voru svolítið svona, ég veit ekki hvort við rökræddum, við ræddum mikið hvort að verkefni ætti að vera svona, það ætti að flagga því að skólinn væri heilsueflandi. Eða hvort að verkefni ætti bara smúa inn í allt starf skólans bara hægt og hljótt og vera bara svona, já, bara órjúfanlegt í öllu skólastarfi. Fyrst byrjuðum við í skólanum, í Egilsstaðaskóla með því að það var bara gengið inn með plaggöt og bara rosa fyrirlestrar og kraftur og hver einasti nemandi í skólanum vissi að við værum heilsueflandi grunnskóli og það mátti ekki ef það lá við að nemandi satt heila kennslustund var það bara, jæja, erum við ekki heilsueflandi, eigum við ekki að hreyfa okkur smá. En við síðan fórum aðeins af þeirri leið og höfum meira verið núna að hugsa að því við erum búin að vera það lengi í þessu verkefni að við erum hægt að fara með plaggötin og nú erum við meira að fara bara inn í skólan með bara, já, að hugsa umgjörðina og gera aðstæður þannig að bæta aðstæður í skólanum. Þannig að við höfum gert mjög margt á þessum 10 árum. Ég hef alveg glemt að halda upp á 10 ára afmæli verkefnisins í skólanum. En og margt hefur gengið verr og annað betur. Þegar við tókum fyrir þátt foreldra, þá held ég að við vorum að drekja foreldrum í alls konar fræðslu. Við vorum með hádegisfræðslu fyrir foreldra og morgunfundi og við mikla þáttöku foreldra. En við reyndum alls konar kaffihúsafundi og við reyndum ýmislegt. Og núna erum við meira í svona, já, umgjörðinu sem ég sagði áðan. Við til dæmis við erum mjög mikið í að skoða mælingar og niðurstöður rannsókna og kannana sem nemendur og starfsfólk foreldrar taka þátt í skólanum. Og það kom til dæmis, ég ætla bara að nefna nokkur dæmi, þá kom til dæmis að það voru nokkrir nemendur sem það fannst óþægilegt að vera í matsalnum vegna hávaða. Og þá breyttum við bara, við tókum út, það voru glerdiskar og glerglös. Við fórum og skiptum út glerdiskunum og komum með plastglös og plastdiska. Og það gjörbreyttist hávaðinn. En auðvitað hávaði þegar það eru 120 börn, en hann snarminnkaði. Við höfum auka íþróttatíma hjá 1. til 7. bekk í íþróttum. Samkvæmt viðmiðunarstundaskrá þá eiga að vera 2 íþróttatímar á viku, eða 80 mínútur og 1 sundtími.
en við erum með sem sagt 40 mínútum meira af íþróttatíma á viku. Eitt verkefni sem hefur tekist gríðarlega vel, það er vinaliðaverkefni á miðstigi. Þá er það þannig að nemendur í 4. til 7. bekk, þau eru úti í frímínútum og alltaf í fyrstu frímínútum sem eru 20 mínútur að þá á hausti og á miðjum vetri þá velja aðra nemendur til þess að stjórna leikjum út í frímínútum. Þessi nemendur sem eru valdir eru sem sagt heila vinaliðar og þau hittast á fundum, skipuleggja leiki þannig að alltaf í fyrstu frímínútum eru leikir, svona ég held að séu 6 leikir í boði. Og vinaliðin eru sérstökum vestum, fara út og stilla upp og þeir eiga að bjóða öllum. Allir eru velkomni í leikina og þau eiga að reyna eða sjá einhvern einn eða sjá einhvern þá að bjóða í leikina. Og við sjáum á könnunum að það hefur snarbreyst hvernig líðan nemenda eru í frímínútum. Og þetta myndum við vilja færa yfir á unglingastigið bara með öðruvísi formerkjum og eins á yngsta stig. Við hittumst með matráðunum einu sinni eða 7 vikna fresti þegar matseðlinn er búinn til og förum yfir matseðlinn og núna á næsta árið þá ætlum við að hafa fulltrúa nemenda með. Og síðan var ég svona að klára hvað ég ætla að segja í morgun. Ég hugsaði bara við erum ekki búin að gera neitt nýtt í núna síðustu, við erum bara alltaf í sömu tuggunni. En svo var ég á starfsmannafundi í morgun, þá bara maður gleymir oft hvað er verið að gera. Þá kynnti ég fyrir nýja keppni í starfsmannahópnum. Það er sundlaugakeppni sem gengur út af það að það er semst hún byrjar í dag og til 31. ágúst og starfsmenn geta unnið sér stig yfir hvað að fara í margar sundlaugar. Það er ekki skilir að synda, en það eru meiri líkur að fólk fyrir að syndir ef það mætir í sundlaugina. Og þau fá til með 75 stig fyrir að mæta í sundlaug á Austurlandi, 100 stig á Norðurlandi og ef þau fara allavega á Vestfirði þá fá þau 150 stig fyrir að mæta í sundlaug þar. Og þá fær bara einu sinni fyrir hverja sundlaug. Nema þú mátt velja eina sundlaug og þá voru að fara 10 sinnum í hana. Og þá færðu eitthvað x mörg stig. Og svo færðu fyrir sjósund og ef þú fyrir til útlanda og færðu, þannig að þetta er alveg svakalegt Excel-skjal. Og það verður veitt verðlaunapinningar í byrjun september fyrir þá sem eru stigahæstir. Og farandgreipur sem er lítil sundönd. Þannig að það er ýmislegt að gera þótt að maður finnist maður alltaf verið hjakki í sama farinu. En við erum líka alltaf með göngudaga á haustin og það sem nemendur skólans ganga og starfsfólk, allt starfsfólk skólans, gengur á ákveðna staði á Fljótsdalshéraði. Og það er svo gaman að sjá, fyrst þegar við byrjum með þetta fyrir 10 ára síðan, minnum mig að við séum 10 ára síðan, hvað nemendur læra að útbúa sig. Fyrst voru allir bara í strigaskónum, í stuttarumbolnum og gerðu ekkert ráð fyrir að veðrið myndi kannski breytast. Við erum náttúrulega vön þessu veðri hér en kannski kaldar upp á fjöllum. En núna nú mæta þau betur klætt enda fara þau í langa göngu á elsta stiginu. Og við tökum þátt í UNICEF-hreyfingu sem er hreyfing hjá yngsta stiginu, þar sem þau hreyfa sig til styrktar börnum í fátækum löndum. Við erum Álfhúsaskóli, við höfum aukið hreyfingu í Vali, og sérstaklega erum við líka að hugsa til hreyfingar þar sem nemendur sem eru kannski ekki endilega stunda íþróttir geta tekið þátt. Af því að við erum með slatta nemendur sem hreyfa sig ekki nema utan skólaíþrótta og sumir ekki einu sinni þar og þar hefur við átt mjög góð samstarfi við skólahjúkrunarfræðinginn og sjúkraþjálfara með hreyfiseðlana. Og mér finnst það hjálpa okkur ótrúlega mikið þessi hreyfiseðlar fyrir einstaka nemendur. Eins sem við reynum við við erum í samstarfi við íþróttafélagið sem er gríðarlega mikilvægt. Þetta er svona win-win samstarf. Við hættum íþróttakennslu klukkan 2 á daginn til þess að íþróttafélagið geta byrjað fyrr með íþróttaæfingar fyrir yngstu börnin sem veldur því að við græðum á því að það eru færri sem þurfa að vera í eftir skólagæslu hjá okkur.
Þannig að allir græða á þessu. Við höfum verið Egilsstaðaskóli og hefur átt fulltrúa í forvarnahóp sveitafélagsins og aðgerðahóp sveitafélagsins sem svona aðgerðahópur forvarnir og það bara gríðarlega mikilvægt eins og þess vegna vildi ég hafa líka þessa mynd uppi að við eigum samstarf, ekki bara innan sveitafélagsins heldur einmitt á öllu svæðinu því að það ekki nóg að mínum skóla gangi vel, heldur skiptir máli að öllu samfélaginu, að börn í öllu samfélaginu 5, ég myndi bara tala 10, samfélaginu vegni vel, því að þetta við höfum áhrif á hvert annað og bara, já. Já, en við höfum margar áskoranir. Við eins og ég sagði áðan, þá erum við með alls konar rannsóknarniðurstöður sem við rýnum í. Bæði bara við í skólanum og svo við í sveitafélaginu, að samkvæmt eins og búið tíðrætt rannsókn og greiningu að þá kvíði stúlkna kemur ekki vel út hérna hjá okkur í sveitafélaginu og við erum að ræða það í forvarnateyminu hjá sveitafélaginu og mér finnst einmitt mjög áhugavert að sjá hjá hérna lýðheilsuvísunum hvernig þunglyndislyf kvenna eru. En hérna við erum samt svona, við erum búin að koma núna upp slökunarherbyggi sem verður tekið í notkun í haust og nú námsráðgjafinn okkar búin að vera að mennta sig í jákvæðri sálfræði sem við ætlum að reyna að nýta næsta vetur. Eins höfum við líka mjög mikið rætt skjánotkun nemenda og núna verðum við með nýjar reglur sem við höfum unnið í miklu samstarfi við nemendur því að ég hef enga trú á því að það þýði eitthvað að banna eitthvað. Þetta eitthvað sem komið til að vera en það rosalega mikilvægt að við kennum börnunum að umgangast þessa hluti og að við vinnum með þeim saman hvernig við getum minnkað þessa notkun. Og eins samkvæmt rannsókn og greiningu þá verðum við að koma þeim skilaboðum til foreldra. Ég var bara núna í vikunni að skoða og foreldrarnir farnir í sumarfrí frá okkur. Hérna var ég að skoða niðurstöður rannsókn og greiningu að láta foreldra vita að það sé svo gríðarlega mikilvægt að þeir láti börnin sín vita hver afstaða þeirra eru til áfengis- og vímuefna, rafrettna og allra þessa hluta. Því að það hefur mjög mikil áhrif á hvort að börnin byrja fyrr eða seinna eða ekki að nota þessi efni og bara Pétur til að segja það þá enginn í Egilsstaðaskóla sem reykir að nemendum bara að því þú ert hérna tóbaksvarnar en við höfum aftur á móti áhyggjur af rafrettunum. Já, en við erum líka að standa okkur vel við nemendur í Egilsstaðaskóla þeir hafa marktakt fyrir landsmeðaltal, trúa eigin getu, gott sjálfsálit og þeir borða hollan mat. Þeir sofa líka marktakt betur en aðrir nemendur á landinu og ég held að það sé af því við byrjum skólana klukkan 9 á morgnana. En ég held það. En við lítum bara bjartsýn til framtíðar, við höfum nóg af áskorunum og við getum gert miklu betur, en það bara svo gríðarlega mikilvægt, eins og ég sagði áðan, að við tölum saman stærri hópur heldur en bara í einum litlum skóla. Þá þetta allt samfélagi sem við lifum í og erum saman í. Þess vegna ég mjög ánægð með að við séum orðin heilsueflandi Austurland. Takk fyrir.